velkomin og takk fyrir að vera mætt öll sögur. Þetta var smá hringl á okkur með tíma og dagsetningar eins og flest ykkar vita. Tryggvi, takk fyrir að þú varst okkur svakalega viðhóllur í að setja inn nýjar breytingar í hvert skipti sem þær komið fram, sem að gerðist alveg tvisvar sinnum. En þetta virðist bara alveg vera að gera sig sem tímasetning, ekki það ég átti nú aldrei von á því að það kæmi ekki fólk þegar en Óli Grens, frændi minn, væri annars vegar. En þetta mér alveg sérstakur heiður að taka á móti honum með bókina sína, þó fyrir þið verið að hann skrifaði sínar minningar, því þær eru þvílík lífslaug og þvílíkar sögur að ég ég hef búin að þekkja Óla alveg síðan ég var alveg snið á barna, eins lengi svo ég man eftir mér, og ég var að hugsa þetta í dag. Okkur hlakkaði alltaf til þegar hann var að koma upp á hól að vinna eitthvað fyrir mamma og pappa. Ég man aldrei eftir því að sonum mínum hafi hlakkað til að vera með iðnaðarmaður í hús. En þannig bara var þetta, hann var svo skemmtilegur og mamma var svo geðgóð og það var bara svo rosalega gaman að hann kom. Og svo bara á hann þessar sögur, það sem hann hefur ekki brallað. Páll Sófenniusson mættur, þá var hann talað hann sem James Bond heimeyjagossins, Óli var örugglega Rambo heimeyjagossins og segja okkur kannski svo eina sögu þaðana á eftir eða í bókinni, en bara svo ég ætla ekki að segja neitt mikið meira, en bara bókin til sölu, kaupið hana núna, það sér tilboð 7 og 5 og svo hefur hann svo mikla trú á mannkyninu að hann bara tilbúið fyrir þá sem ekki tilbúinir með reiðufé, að þá bara fáið í hjá honum bankaupplýsingar og leggið inn á hann. Og ég bara trúi gjörn að það bara fari vel. Þannig að ef einhver ætlar að fá 3 bækur og láta leggja inn, að þá bara skrifa nafnið sitt exa við sinnum 2 eða 3 eða 1 og svo takkið með okkur afskaplega fallega skrifað kort þar sem að bankaupplýsingarnar eru. En við ákváðum að svona hafa smá skemmtilegan brag á þessu, að ég veit að Óli, frændi minn, elskar tónlist og ég hef ágætis aðgang að Magnús Einarssyni tónlistarmanni, þannig að hann ætlar að taka eina stunda sirpu fyrir hann Óla á svona plögu sem hann þekkir og treystir á þeim að Óli fær svo sviðið. Takk fyrir. Já, ágætu gestir og ég var svolítið stund þegar ég var beðinn að koma og spila hérna, en Óli, það ekkert mál, það bara Fats Domino. Það svona töffara músík frá því 1960 þegar allir voru með Greiti Píku og allt það When whippoorwill fall and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. If under the right you find a bright light that leads you to my blue heaven. A little nest that nestles where the roses bloom. Just Molly, the rest is where the roses bloom. Just Molly and me, and the baby makes 3 to hurry my blue heaven. When it's raining, tears from my eyes. Since you've gone, all I do is sit at home and cry. Don't they feel me, they're feeling. Somebody help me please. Can't you see that my baby's done left me? She left me reeling and rocking, walking the floor. She left alone last night. She won't be back no more. Goodbye, Joe. We gotta go. Me oh my you. We gotta go pull the pirogue down on the bayou. Bayou warm, sweet as warm. Me oh my you. The son of a gun, we're gonna have big fun down on bayou. Oh,
I'm feeling gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Cherokee. Big guitar, fill through jar and be gay. Son of a gun, we gonna have big fun on the bayou. My little Marcy, I'm always thinking of you, Marcy. I'll tell the world I love you, don't forget your promise to me. I have a ball, I'm a home and week and everything for Marcy. You've been my inspiration, days are never blue. After all that's said and done, there's really only one, oh Marcy, it's you. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, where I found you. Oh, the moon stood still on Blueberry Hill. I did linger until my dream come true. Oh, the wind in the willow played love's sweet melody, but all of those vows we made were never to be. When we're apart, you part of me still, for you were my thrill on Blueberry Hill. Takk fyrir. Og til hamingju með bókina, Óli er með svona, hvað ég segja, tengdafrændi. Og alveg ágættur, það er búið að vera gaman að kynnast honum. Til hamingju með bókina, enn og aftur. Takk fyrir, sömuleiðis. Ég heiti Guðni Einarsson, þetta er uppbytun nr. 2. Já, þið vitið að það er stórstjarnan að koma hérna á svið. En ég sem sagt skráði þessar endurminningar á Sóla. Ég var beðinn að taka viðtal við jólablað Eyjafrétta í fyrra. Og þið eru öll áskrifendur ekki. Þannig að þið hafa lesið Eyjafréttir og viðtalið. Og þá nefndi Óli að hann langaði til að skala á endurminningar sínar fyrir börnin sín og barnabörn. Og við byrjuðum svona mánaðamót febrúar-mars og bókin kom út núna, þetta er akkurat 9 mánaða meðganga eins og tilheyrir. Og í þessari vinnu þá fundum við fyrir því að Óli misti öll albúmi sín og mikið af gögnum í gosinu þegar Jómsborgin fór undir hraun. Svo það gæti verið svolítið handleggur að redda myndum og ýmsu öðru. En hann átti mikið af minnisblöðum og punktum sem hann hafði skráð. Svo þetta gekk bara mjög vel. Við hittumst einu sinni, tvisvar í viku og spjölluðum saman og Óli bauð alltaf upp á eldröðan ástardrykk, melónur og vínber, ég miskildi það ekkert. Þetta gekk bara mjög ljúft og njókur. Og nú er bókin komin, en í þessari vinnu, ég vil nefna það sérstaklega, það var alveg ómetanlegt að hafa aðgangað þeim safnakosti sem hefur verið byggður upp hér í Eyjum. Þá vil ég sérstaklega nefna Kára og allt hans fólk og alla sem með honum starfa. Til dæmis, ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því að heimaslóð.is og æviskrárnar þar eru líklega einsdæmi á landsvísu og ekki á heimsvísu. Það er hægt að fletta upp fyrir íbúum hér, langt aftur í aldir og lesa allt þetta fólk. Þetta er alveg einstaklega dýrmætt. Ljósmyndasafnið og síðan að hafa aðgang að myndum snillinga eins og Sigurgeirs, Torfa, Halldórs og fleiri, Guðmundar Sigfússonar. Þetta var ómetanlegt að geta nýtt sér þetta. Ég ætla ekki að hafa svo mikið fleiri, en ég fór með þessa bók í svona smá fjölskyldubúð í gær og var að sýna barnunum mínum og barnabörnum og það var ung dama, stelpa á besta aldri og hún fór að lesa og las aftan og svo sem en skrítið.
Hann eignaði 7 börn með 8 konum. Og ég sagði, ef hann ekki lesið eitthvað vitlaust, stendur ekki 7 börn með 8 árum með 4 konum. Ó, ég sé það núna. Óli Græns Jónsson. Já, komiði aldeilis blessuð og sæl. Var að horfa yfir hópinn að það vakna minningar endalaust, alveg endalaust. Þetta fólk sem átti bestu árin með í Vestmannaeyjum og bara góða minningar. Mér fannst yndislegt að fá að vaxa hér upp. Ég var hérna rúmlega hálfa öld og mér fannst ég ekki eiga neina óvini í Vestmannaeyjum. Ég átti einhverjar óvinkonur en það lagaðist að börnum fæddust. En þetta alveg frábært og ég þakklátur Guðna fyrir hans frábæra starf. Hann hefur vandað svo, hann svo vandbjörgur hann Guðni og gerir þetta á svo mikill einlægni að það verið unun að vera nálægt honum og vinna með honum. Þakka fyrir þá. Ég þakka fyrir, mér datt ekki í hug að það kæmi þessi fjöldi á kynningarfundi í Eldheimum. Þetta bara ekki í hug. Kristín sagði, ég skulle sjá til það kom ábyggilekturinn. Og það bara stór hópur, þakka ykkur innilega fyrir og í þessari bók reki æviminningar. Fyrsta minningin mín úr Jónsborg og þá fékk ég ný matrósaföt, fór á bak við Steinarsmiðju sem margir þekkja sem eldri eru og við Hjalli vorum að rífa í sundur einhverja gamla vél. Ég makaði út öll matrósafötin og mamma Hjalla var alveg hneykstuð og hún sagði, Óli minn, hvað heldur mamma því segi þegar þú kemur svona heim? Og ég vantaði með framtennurnar, ég var þá að taka tennur og ég sagði, hún mamma, hún þegi bara pað og hún glemdi þessu aldrei. En ástæðan fyrir þessum tímasetningu það að æskuvinur minn og samferðamaður í gegnum lífið Hjalla á vegamótum hann hefði orðið 85 ára í desember, 9. desember og ég hinum með við áramótin og ég minnist hann með þakklæti og virðingu og það 20 ár síðan að hann lést, þannig að það var ástæðan fyrir þessari tímasetningu. En talandi æsku dagana þá eitt af mjög gömlu minningum var þegar ég stóð út á stéttinni í Jónsborg og það kom flottasti maðurinn í bænum, Viggo Björnsson, bankastjóri. Banki var þarna bara rétt hinum með Heimatorg og ég segi við hann, manni, hvert ertu að fara? Ég að fara út á Skansvæni minn. Já, má ég koma með? Já, ef hún mamma er leyfið þér það. Og ég hljóp inn til mömmu og segi, mamma, má ég fara með kallinum út á Skans? Og hún sá þetta á bankastjórunum og fannst þetta nú dálítið skrítið. En ég kom hlaupandi út og ég segi, mamma segir ég megi fara með þér. Og ég fór með bankastjórunum út á Skans og niður í fjöru og hann svona eitthvað að horfa í kringu svo ég segi, við pabbi förum oft í fótabað, ertu ekki til ég að koma í fótabað? Og bankastjóri fór úr skónum og fór í fótabað með mér og síðan löpuðum við samferðið heim og hann lyfti mér upp á stéttina og sagði, farðu nú inn til mömmu þinnar væni minn og látt hann vita þú sér komin heim. Og svo labbaði hann í burtu og hann var ekki búið mörg skref því ég kallaði í hann, manni, komdu aðeins aftur. Og hann kom labbandi og ég segi, heyrðu manni, veistu ekki þegar maður með krakka í göngutúr þá var maður að gefa þeim nammi á eftir. Og bankastjórinn fór með mig niður í Boston og keypti rauða brjóstsykra í poka og við köllum það bankastjóra brjóstsykur á eftir. En mamma var nú ekki hrifin af mér fyrir þetta því hún var á bak við gardínurnar og fylgdist með hvað ég var dónalegur við bankastjóra. En svo leið tíminn og var afskaplega skemmtilegur tími og gaman að alast upp í Jónsborginni nálægt höfninni og stóru og góðu húsi. En fljótlega fór að falla skuggi yfir því að bara eftir að ég hendist að þá veiktist pabbi 42 ára gamall og var dáinn bara 6 ára seinna frá 6 börnum. Og svo deyr mamma 51 árs, þannig að við mamma héldum heimili þarna í 7 ár meðan krakkarnir systkini voru að vaxa upp og það var mjög erfiður tími, ég fer nú aðeins inn á það í bókinni. En
En á þeim tíma þá var Haraldur Guðnason heimilisvinnur og við vorum að læra esperanto saman, Haraldur og Ille. Og Haraldur var alltaf að segja við mig, Óli, þú ert að taka saman æviminningar. Og ég sagði, nei, ég ætla aldrei að skrifa æviminningar. Og þú ert að gera það, Óli, þetta er dálítið merkilegt, þú tekur við heimilinu þarna bara sem krakki og svo líður tíminn og þetta og hitt og Haraldur var alltaf að minnast á þetta og svo því ég fór að gefa út bækur, þá fór að gefa út bók í Kína og fleiri löndum, Íran að þá hringdi Haraldur í mig og sagði, Óli minn, ég vona sér byrjaðar að halda einhverju saman og taka saman minningar. Og ég sagði, nei, ég held ég gera það aldrei. En ég blessa Harald fyrir þetta því að svo ákvað ég núna á þessum tímamótum þegar Hjalli hefði orðið 85 ára að láta verða að þess og ég var svo ljónheppinn að fá Guðna vin minn í slaginn. Guðni er sonur Einars í Betel, hann er verið að blaðamaður í 30-40 ár og kann all triksin í bókinni og það var frábær tími sem við áttum. Það var enginn deyfð yfir þó hann fengi ástæðudrykk, þá var hann mikið hlegið og skálaði í rauðum ástæðudrykk. En þetta var bara mjög yndislegt og svo segi ég frá ævintýrum okkar Hjalla, einhverjum partíum í Jónsborg. Það er nú kannski ekki allt mér til sóma en ég læt hann nú flakka samt. Einhverju sinni að vori til var Raggi Bjarna með stór dansleik í höllinni og mikið gaman og ég talaði við Raggi og sagði, ertu ekki til ég að koma í partí til mín á eftir? Já, varst ekkert mál, ég kem í partí. Já, og þegar hann fór að kvissast út að Raggi Bjarna ætlaði að koma í partí og þá voru alls konar dömur sem vildu koma líka því að hann var nú mikill kvennaljómi eins og þið vitið. Og partíið var í Jónsborg og það hálffylltist íbúði hjá mér og ég man eftir einni frú, skipstjórafrú, hún hafði orðað hvað blómi væri falleg. Ég var með dellu fyrir blómum á þessum tíma. Það var hitt veggur, alveg blómaveggur og ég þekkti öll blómi með nafni og hugsaði mjög vel og þau döfnuðu vel. Og hún sagði, ég get sagt þér Ólið að Diffenbach-gían hjá þér, hún er svoleiðis 100 sinnum flottari heldur en mín. Og ég segi, já, þú lítur að vera með eitthvað leyndarmál. Já, ég er nú reynda með það, sagði ég, ætla ekki að gefa það upp. Þú verður nú að segja mér það, ég langar svo að mín verður svona flott eins og þín. Ég segi, nei, ég ætla nú bara að hafa það fyrir mig. Og ég veitti þarna rífilega Cuba Libre á línuna, kók og rom og Coca-Cola eins og við séum ekki þorlóðingir drukkum saman í gamla daga. Og það var komið svona gals í mannskapinn. Og kona var alltaf að segja, Óli, segðu mig, hvað er triksi hjá þér? Já, ég vil helst ekki gefa það upp, segi ég. En svo dettur mér í hug smábrella og blómaveggunum var fyrir endanum á stofunni alveg þvert yfir. Þannig ég gat snúið með þannig ég sneri frá gestunum og ég sneri mig frá gestunum og pissaði yfir öll blómin. Pappaði svo til konuna og sagði, ertu með einhverja fleiri spurningar? Henni fannst þetta svo grottalegt að hún rauk á því. Og þetta námskeið var aldrei verið haldið aftur. En það eru margar skemmtilegar minningar og Jón Ragnar Þorsteinsson var fógeta fulltrúi og hann boðaði mig til sín einu sinni og það voru eftirstöðvar á sköttum og hann sagði, þú verður að láta mig hafa eitthvað veð, þú opnur nóg á húsum og svo getur þú bara að borga þetta niður í rólegheitum. Og ég sagði, já, nei, ég er ekki hrifinn af því. Jú, bentu bara á einhvern túsund í kaupbangur eða eitthvað og þá getur þú bara tekið í rólega. Ég segi, nei, ég ætla ekkert að gera það. Og hann var alltaf að ýta og hann sagði, þá getur bara haft þetta eins og þú vilt, sko, því að við vorum ágætis vinir við Jón. Nema að ég hélt á mig þarna fram yfir 3 á búið að loka kontornum og hann segir, býtu, hvað ætlar að gera í þessu máli? Ég ætla bara að borga þetta, segi ég. Ha, þú ætlar að halda mér hérna í klukkutíma og ætlar að borga það? Já, en með einu skilyrði, sagði ég. Hann var búinn að skrifa í gerðabókina að ég væri mættur og númerað síðu og býttu við og hvað. Já, það er bara með einu skilyrði, segi ég. Þú verður að pæra í gerðabókina, Ólafur Grens er mættur á staðinn, greiðir skuld sína að fullu og fer létt með það. Hann sagði, já, svona fíflar ég get ekki, þetta sko, þetta er virðuleg bók, ég get ekki skrifað þetta í bókina. Ég segi, þú verður að gera það annars. Gengi bara ekki frá þessu.
Já, ég get þetta bara ekki, sagði hann. Nefn að ég píndi kallgreið í að gera þetta, þau skammist mig svolítið fyrir það. Og hann skrifaði þetta og Geirjón sagði mér hann hefði lesið þetta í gerðabókinni. Svo skrifaði ég ávísun fyrir skuldinni, átti vel fyrir því. Og þá segir hann, Óli, ég skil þetta ekki, þú ert búinn að halda mér í klukkutíma, lætur mig skrifa bara einhvern grín í bókina og af hverju ertu búinn að halda mér svona lengi? Já, fattarðu það ekki, segi ég. Nei, ég átta mig ekki á því. Sko, ástæðan svo að ávísunin innistæðulaus, sagði ég. Ég veit að banki lokaði. Og hann var búinn að gefa mér kvittun. Og hann sagði, flottum að hafa kvittunum nattur. Nei, ég lána aldrei fylgiskjöl, sagði ég. Það var auðvitað til fyrir ávísunin, þetta var svona prakkaraskapur. Þannig að maður átti þetta til stundum. Við Hjalli vorum saman alla ævi og við Gústi vorum saman alla í áratug. Gústi kom til mín ásamt Halldóri vini sínum Sveinsinni í hádeginu upp á kirkju 88 og spurði hvort ég geti fengið vinnu hjá mér. Ég vissi það ekki fyrir seinna að mamma hafði nú varað það við og sagt hann eftir að fara eitthvað annað því að hún hefði heyrt að ég væri nú hálfgerður glaumgosi. En Gústi harðnaði bara við það og við sömdum að hann kæmi í vinnu og hann var hjá mér og við vorum unnum saman í 10 ár. Og ég hugsa hún hafi 100 sinnum sagt við mig og Guðbjörg, þessi yndislega kona. Ég get aldrei fullþakkaði það sem þú varst honum Ágústi mín og þú varst honum eins og besti faðir. Og ég sagði, þú reyndir nú aðvaran, ég vil ekki heyra þetta. En við áttum margar skemmtilega stundir og meðal annars fórum við til Reykjavíkur og innréttum að lögum íbúð fyrir Halldór Guðbjarnason bankastjóra, Gústi, þú manst einnig því. Og við hliðina á íbúðinni var eitthvað sem var alltaf kvartandi hávaða og leiðindi og við tókum nú vatnið af kofanum og svona. Og það var alltaf eitthvað vesinn og nema svo það miðja aðfaranótt sunnudags að það dinglað hjá okkur í dyrasímanum. Og ég heyri það mikið af fólki niður í forstofu og ekki partí? Heldur betur, segir ég. Já, og ég segi þið verður bara drífa ykkur upp og Gústi var búinn að sjá að það voru 2 leigubílar fyrir utan fullir af fólki. Þið verður bara að drífa ykkur upp eftir 6B, sagði ég. Og þið bara, en það er svo mikið fjör inni hjá okkur að þið verður bara að berja almenni í hurðina og kannski dramma aðeins í hana líka. Alveg rosalegt fjör. Drífið ykkur bara inn. Og svo opnaði ég og við vorum á gæjum og síðan bara eftir smá stund að þá bara alveg stappað og sparkað í hurðina hjá nágranninu sem var búinn að vera með leiðindi. Og við hefðum gaman að þessu svo eftir bara 10 mínútur þá komu 2 löggubílar og tóku liðið. En okkur fannst þeim aðeins náðu okkur niður á dýrinu. Já, þetta var margs að minnast og margt að þakka og hefur verið skemmtilegt lífið. Svo tók ég upp á því að gefa út bækur út allan heim, fór til Kína og fékk 8 ráðherra til að vinna með mér þar í útgáfu af bókum Kína og gaf út bókum Íran og Norðurlöndin og Kanada og Þýskaland og eitthvað meira. Þannig að lífið hefur verið samfellt ævintýri og það sem að Guðni kom inn á að ég hef verið afskaplega heppinn í ástarmálum líka. Það er auðvitað stórkostlegt að eiga 7 börn með 8 konum kannski. En ég var hjá Eldriborgurinn í gær og ég átti nú von á að 2 barnsmæður mínar yrðu þær en þær voru nú ekki. En ég hefði hugsað mér að líti yfir salinn og segja hérna finn ég mig heima, hérna er helmingurinn öllum mínum barnsmæðurum. En það var nú ekki svo, það var nú bara gott. En svona hefur lífið verið skemmtilegt, ekkert nema ánægja og það er búið að skrá þetta niður. Ég ætla að bjóða þeim sem vilja eignast bókina að fá hann áritaða ef viljið og verðið er ákveðið 7.5 að tilboð dagsins. Svo ætla ég bara að þakka ykkur innilega fyrir komuna og ekkert að mala lengur í bili. Takk fyrir.